það er svo mikið bull að fyrst að fólk sem kom með aðra þjónustu að missi hina þjónustuna. Mér finnst bara öll úrræði ættu að vera í boði án þess að fólk þurfi að velja. Ég held að séu bara mjög margar brotalamir og mjög margt sem við þurfum að laga og við þurfum að fá ríkið með okkur í það. Já. Góðan og blessaðan daginn, gott kvöld. Það fer eftir hvenær sé að horfa kosningasjónvarps átaks, en við erum komin með góðan gest. Ég er Grettir Már Haraldsson Seabits. Hvað heitir þú? Ég heiti Hildur Björnsdóttir. Fyrir hvað heitir þinn flokkur og í hvaða sæti ertu? Ég er í fyrsta sæti hjá Sjálfstæðisflokknum, er svokallaður oddviti. Lýstu þínum flokki í 3 orðum? Já, við stöndum fyrir frelsi og val og svo stelst ég til að segja 2 orð: betri Reykjavík. Já. Getur þú sagt 3 staðreyndir því? Ég á 4 börn. Ég vann mikið með fötluðum áður fyrr með skóla. Ég er lögfræðingur og stjórnmálafræðingur að mennt. Já. Þannig að þú varst mikið að vinna í sérskólum og sérbrautum. Ég var að vinna á sambílunum, gömlu. Já. Já, þá hefur kannast ég við úr gömlu vinnustöðunum. Ég vann sem stöðningsfulltrúi lengi. Örugglega. Og er fattalega sjálfur. Nefndu með 3 ástæður þegar því að fatta fólk ætti að kjósa því. Já, við varstu búin að klára spurninguna? Já, ég er búin að klára hana. Já, við sjálfstæðismenn tölum bara fyrir því að allt fólk fá að búa við frelsi og mannréttindi og við stöndum auðvitað með því að fatlað fólk eigi réttinn til að lifa sjálfstæðu lífi. Við viljum fjölga NPA-samningum og styrkja stöðu borgaranna gagnvart ríkinu því að því miður þá hefur ríkið ekki tryggt sveitarfélögunum nægilega mikið fjármagn til að við getum tryggt fötluðu fólki alla þá þjónustu sem við viljum bjóða þeim. Getur lýst samningi Sameinuðu réttindi fatlaðs fólks í 3 orðum? Í 3 orðum. Hann snýr þetta að mannréttindum fatlaðs fólks og að það fá að njóta jafnræðis á við annað fólk og lifa sjálfstæðu lífi eins og allt annað fólk. Þetta er svona mörg orð en þetta er svona þessi áherslu orð sem ég nefni. Sem þýðir það að fatlað fólk hefur bara sömu réttindi og aðrir. Að sjálfsögðu. Óháð því hvort það búi á stöðningsíbúðakjörnum eða sem MPA eða allt annað. Svo náttúrulega við tökum atvinnumálin, þá er mikið á fötluðu fólki sem vill vinna á almenna vinnumarkaðinum, en stuðningurinn er ekki nægilegur. Það sem fatlað fólk það sem sveitarfélögin sá ekki atvinnustuðning. Ef sveitarfélögin væri með þetta, þá var einstaklingsbundinn stuðningur. En sumir sem þurfa meiri aðstoð enda oft að venda önnur stað en geta samt unnið á almenna vinnumarkaðinum. Hvað finnst þér það? Já, mér finnst þetta alvarlegt ef við erum ekki að nýta krafta fólks til fulls og við viljum að allt fólk í okkar samfélagi geti verið fullgildir þátttakendur og látið til sín taka. Þannig að ef við getum bætt stöðu ykkar í þessum málum og á sveitarstjórnarstiginu þá þurfum við að gera það. Alveg samanlega. 8. Hvað nefndum 3 aðgengi sem myndu raunverulega stytta biðlista eftir húsnæði fyrir fatlað fólk? 3 atriði sem myndir raunverulega stytta biðlistana. Já, fyrsta atriðið og stærsta atriðið eru þetta samningar við ríkið. Að ríkið hefur því miður ekki komið með nægilega mikið fjármagn og það er eiginlega bara stóra atriðið því að þú myndir bara covera öll 3 atriðin. Að ríkið komið með nægt fjármagn svo við getum staðið betur að uppbyggingu á húsnæði fyrir fatlað fólk. Það stendur hnífurinn í kúnni. Ætlar þú að bjóða fötluðu fólki með ef þú talar okkur fatlað fólkið? Að sjálfsögðu, ekkert ykkur án ykkar. Nei. Hvernig finnst þér það að fatlað fólk búi með öðru fötluðu fólki? Finnst þér það ekki úrelt? Ertu að meina eins og gömlu sambílin? Ég er að tala eins og gömlu sambílin og íbúðakjarnan í dag. Strákarnir sem ég vann með þegar ég vann á sambíli, þeir eru allir komnir í svona sínar eigin íbúðir í dag og ofsalega ánægðir með það. Sem er bara flott. Sem er bara rosalega flott. Við sjálfstæðismenn tölum svo mikið fyrir vali, frjálsu vali. Og fólk fá að velja og eigi réttinn til að velja hvernig það býr. Og ég er alveg sammála því. Fólk á að velja hvort það vilji búa í vistheimili, sambýli eða íbúðakjarna eða með MPA og fá búa sjálfstætt. Saman hvort að fólk vilji stuðningsíbúðakjarna eða MPA er allt annað, þá þessi möguleiki vera opinn. Þá ekki bara segja að þú getur ekki fengið þetta út af þú svona mikið fatlað. Og til dæmis með lyfjörslumálin, mér svolítið bullað þegar fatlað fólk flytur í
móðurkjarna að missa lífeyrislu. Og lífeyrsla er einu fólk sem algjörlega, borgaður af sveitarfélaginu til þess að veita fólki félagsskap. algjörlega. Ætlaði þið á þinn flokkurinn að ýta þá allir frá lífeyrslu óháð þjónustuþörfum? Þetta er bara mjög góð hugmynd, ég hef ekki heyrt þetta áður. Ég Nei. var einmitt áður í liðveislu líka Já. og það var mjög skemmtilegt starf Já. og hvet fólk til að vera í því. Já, það er svo mikið bull að fyrst á fólk sem kom með aðra þjónustu að missi hina þjónustuna. Mér finnst bara öll úrræði ætti að vera í boði án þess að fólk þurfi að velja. Ég held að séu bara mjög margar brotalamir og mjög margt sem við þurfum að laga og við Já. þurfum að fá ríkið með okkur í það. En svo er lokaspurningin, vilt þú vera næsti borgarstjóri okkar? Mér finnst rosalega vænt að fá að vera næsti borgarstjórinn ykkar. Takk. Ég lofa ég myndi standa með Já, þér. takk fyrir komuna og takk fyrir þessi góð svör. Takk fyrir að bjóða mér. Gaman að hitta ykkur. Takk fyrir að sömuleiðis.